Það svarar rödd í síman og hún bara svona Halló, halló. Já, pabbi nema? Já. Má ég tala með hann? Nei. Á hverju ekki? Hann er upptekinn. Mamma nema? Já. Má ég tala með hana? Nei. Á hverju ekki? Upptekinn. Er ekki einhver aðri þarna þá? Jú. Og hverjir? Sjúkramenn einhverjir. Má ekki tala við þá? Nei. Á hverju? Þeir eru uppteknir. Nú hvað engin annar þarna inni? Hæ? Jú. Og hverju? Löggan. Leið mér að tala á lögguna? Nei. Á hverju ekki? Þeir eru uppteknir. Hvað þetta? Eru allir uppteknir þarna? Hvað þið að gera? Þeir eru að leita mér. Komið að þættinum laugardagskvöld með Hemma. Bjóðum velkomin stjórnanda þáttarins, gleðigjafan sjálfan, Hemma Gunn! Takk fyrir! Takk fyrir! Góð kvöld og komið sæl á þessu ljúfa laugardagskvöldi, ágætu áhorfendur mínir land allt og sprellfjörugir og glaðir gestir mínir hér í sjónvarssal eins og heyra mátti. Nú það koma margir til mín í heimsókn í kvöld af öllum stærðum og gerðum og vonandi verður glatt á hjalla enda hafa nú væntanlega spaugstofustrákarnir áreiðanlega komið ykkur í mjög gott skap. Nú fjölbreytt tónlist og aðalgestur minn kemur sjaldan til dyranna eins og hann klæddur og bregður sér auðveldlega allra kvikmynda líki við að sjá gállennir á honum og verður spennandi að sjá hvernig hann heilsar ykkur og okkur í kvöld. Nú, hér hjá mér í salnum hópur, stór hópur verslinga, það að segja nemenda úr Verslunarskóla Íslands og þau ættu að láta vel í sér heyra, bæði úr sætum og sviði, en í þeim ágæta skóla lögð mikil rækt við félagslíf og það svo sannarlega að því góða. Ekki gaman í Verslón? Já! Svona, þetta lagið. Það var bara að trekkja þau í gang. En þá bara, ágætu gestir, áhorfendur, þá bara komið að fyrsta atriðinu, en það úr því skemmtilega og sígilda leikriti Þjóðleikhússins Litla Kláus og Stóra Kláus eftir auðvitað H.C. Andersen, þann danska snilling. Það Ásdís Þórhallsdóttir sem leikstýrir og færir verkið í nýstárlegan búning og gerir það mjög vel. Þórarinn Eldjárn samdi söngtexta og Jóhann G. Jóhannsson samdi tónlist. Marga fleiri mætti telja upp en í aðalhlutverkum eru Bergur Þór Ingólfsson sem Litli Klaus, Sigrún Edda Björnsdóttir leikur eiginkona hans, Jóhann Sigurðarsson að sjálfsögðu Stóri Klaus, Lilja Guðrún kona hans og Örn Árnason leikur djáknan. Margir aðrir koma að sjálfsögðu við sögu í þessu leikriti sem hefur verið börn á öllum aldri og nú fáum við að sjá brot úr Litla og Stóra Kláusi. Gjörið þið svo vel! Hvað á ég nú að gera við djáknan? Litli Klaus, hleyptu mér út! Ég að kafna! Ég þarf líka að pissa! Nei sko, góðan daginn, hafið þið sofið vel? Litli Klaus, ég skal gefa þér gullúrið mitt ef þú hleypir mér út. Ætlar þú að lofa að fara aldrei aftur í næturheimsóknir og svíkja fólk? Jæja þá, ég lofa því. Við ættum þá kannski að lofa honum að hlaupa og komast aftur í hreint loft. Og vinur minn, ef einhver skildi spyrja þig hvort þú hafir séð mig, þá skaltu bara segja að þú hafir séð mig. Mjög greinilega. Já, ég skal gera það. En góði besti, segðu ekki frá mér í þorpinu. Ó nei, hvílík skömm!
Sjá nú til. Þann hest fekk ég nú dável borgaðan. Nú ætla ég að fara heim og ég ætla að koma við hjá honum Stóra Kláusi að fá lánaðan skeffumælinn svo ég geti mælt hve mikla peninga ég á. En hvað það verður gaman. Það ósköp fúlt að vera fátækur, fúlast alls hvað maður þá smátækur. Það veit ég sem átti þennan eina hest, annað vantaði flest. Ég hef eignast núna nóga peninga, númer 6 á alla lífsins teninga. Mér finnst síðan algjört æði að vera til, allt ég fæ sem ég vil. Ég get keypt mér hest, nei besta, mesta hest sem sést og besta. Ég skal líka borða alveg endalaust, alltaf syngja við raust. Jafnt vetur, sumar, vor og haust. En þú mátt svo ekki verða auðum api og í skapi, styrður og brett, eða verða vonlaus aurasár, vandamál einnig sjálfum þér. Svo harðaður, gladaður, já ættir Stóri Kláus, þannig mun fara, því skaltu bara til góði. Ég skal muna vera alveg ágætur, öllum ljúfur gæðamaður fágætur. Hjálpi mér að vera aldrei eigingjarn, innst í hjarta gott barn. Ég gef öllum allt saman, gott það og svalt, en gaman. Litli Kláus orðinn engill geislavau. Ég bestur allra manna eins og sést og það reynist langt best. Því bráðum fæ ég nýjan hest. Og hve gott að vera góður, langt best. Þetta var brot úr Litla Kláusi og Stóra Kláusi og úr einu leikhúsi í annan. Það jafnan mikið gleðiefni þegar þróttmikil starfsemi. Henni! Já? Hvenær kemur hann hana? Kemur hver? Hana fíflið hana. Hvaða fíflið? Mamma, hann kemur örugglega ekki. Úr einu leikhúsinu í annað, já, ég var að tala það væri alltaf mikið gleðiefni þegar þróttmikil starfsemi Íslensku óperunar fer á fulla ferð og eftir nákvæmlega eina viku verður frumsýnt óperettan Káta Ekkjan, hvorki meirinu minna, eftir Frans Lehár við texta Viktors Lyon og Leon Stein. Söngtextar eftir Þorstein Gylfason en leikteksta og leikgerð sér sjálfur Flosi Ólafsson. Leikstjóri Andri Sigurvinsson en hljómsveitarstjóri Páll Pamfíller Pálsson. Káta Ekkjan var frumsýnd í Vínarborg árið 1905 eins og allir vita og hefur árabil verið önnur af tveimur vinsælustu óperettum allra tíma. Óperettan fjallar ástarbrall af ýmsu tagi og tilraun til að forða Svartfjallalandi frá gjaldþroti með því að finna réttan eiginmann handa ekkjunni ríku. Sagan sett fram á leiftrandi hátt með leikandi léttri kann, valsa og vínartónlist, aldeilis spennandi og þar ætti nú Páll P. aldeilis að vera á heimavelli. Það Signý Sæmundsdóttir sem fer með hlutverk Kátu Ekkjunnar Hönnu en Garðar Kortes með hlutverk Danílos Greifa. Fjöldi frægra söngvara kemur fram í þessari sýningu en við ætlum nú að taka forskot á sæluna og heyra atriði úr þessu meistaraverki eða svonefnt kvennagöngulag en í því ræða 7 kallrembusvín konur og hvernig ber að skilja þær. Söngvararnir eru Garðar Kortes, Sigurður Björnsson, Jón Þorsteinsson, Stefán Ó. Stefánsson sem einnig til gamans má geta langafabarn Stefáns Íslandi, Magnús Jónsson, Kristinn Hallsson og Ólafur Freyriksson, aldeilis hljómar spennandi. Undirleikari John Bessick, kvennagöngulagið úr Kátu Ekkjunni Íslensku óperunnar. Gjörðu svo vel! Hvernig konur, ber að skilja skoður nú. Þannig einir önnur svona, svo þar ekki heil brú. Hvort tryggar hefur okkur, eða trúar góða við, það dómur sem vísindi ráðið við. Af þeim kyrnistu gullhamrana svo ávallt þarf að lofa hana svo og önnur kyn við báðum henni svo sem gerir helst sem minnst úr henni svo þriðja var að þráir blíðu svo
þá blómstrar bara í stríðu. Svo. Dansinu gott vil heyra. Svo. Svo vilja marga miklu fleira. Svo. Jafnvel þolgóðir menn verða naut og þeir skilja ekki hætisins hót. Nokkra stótt, ung og blíðin við stríðin líka fjær. Augun hverfustu blástjörnu tvær og að tári sig jafn eða ljóst gildir jafn því þær ger okkur gráa stað. Konur, já. Skilja ekki hætisins hót. Nokkra stótt, ung og blíðin til stríð lítur fjær. Augun fegurstu blástjörnu tvær og að hári sig jafnt eða ljósskildir jafnt því þar ger okkur gráa satt. Já, að þekkja á konur en brauð. Konur. Ung og blíðin til stríð lítur fjær. Augun fegurstu blástjörnu tvær og að hári sig jafnt eða ljósskildir jafnt því þar ger okkur gráa satt. En þá komið að góðum gesti sem þrátt fyrir frægð og frama hefur aldrei komið til mín sem aðalgestur, en það hafa þó margir hans bestu vina gert. Þessi strákur hefur aldeilis komið víða við og kýtla hlátutaugar landsmanna, jafnvel meira en flestir aðrir. Nú hann þarf ekki frekari kynninga við. Ef ekki bara bjóða hjartanlega velkomin, físléttan og 50-gan Þórhall Sigurðsson, öðru nafni Ladda! Gaman að sjá þig og til hamingju með afmælið á dögunum og ég sé ekki betur en þú séð bara í fullu fjöri, svona 50-ur. Já, ég hef aldrei verið eins miklu fjöri. Aldrei verið. Eða við hvað áttu? Já, ég í fullu fjöri. Já, þannig fjöri. Já, svona mikið fjöri svona. Nýr sófi og allt. Já, en sami gamli kynnirinn og allt. Já, sami gamli kynnirinn, sko. Þórhall nafniðinn hans báði breytingu hjá mig, þannig ég skipti sófa. Já. Sérðu fyrir því að Ladda í heila öld? Já. Já, það er ekkert að því. Það er ekkert að því, ég er að vera 100 ára gammal. Hver segir það? Já, ég veit hvernig ég líti út með þess að þá. En sjáðu Laddi, ég sagði fólkinu, þú er aldrei komin til mín sem aðalgestur, þú er alltaf sendið ykkur aðra fyrir þig. Nei, þú er aldrei leyft mér það, ég er það. Þú er alltaf sendið ykkur aðra. Já. Og maður er ekkert að gera hlutinni með fullt af vinnumönnum. Nei. Maður lætur vinna fyrir sig, hvað heldur þú? Sumir kallaði Laddi manni með gúmiandlitið og DFF talaði maður með 1000 andlitin. Já. Hvaða andlit kanntu best við að þessu? Kann ég best við? Já. Nei, svona grillu. Nei, ég kunni ekki best við bara mitt eigið andlit, þetta sem er núna. Það er ekki bara að freka feiminn og þann færir þegar þú ert með þetta eigið? Jú, svona. Er það ekki? En þú veist ekki hvort þetta er mitt eigið eða ekki. Það er bara því að þekkja svo. Þú er aldrei komið og kvöldið þegar ég kom upp í rúm. Er þetta einhver annar núna? Það er aldrei að vita. Nei. Nú, en þú ert fæddur Gablari. Já. Og síðan þú elst upp í Hafnarfirði. Já. Og síðan í Hveragerði? Nei, svo fór ég smá tíma, þarna skal ég segja vitleysingahæli. Ég var ekki sendur á það, sko. Nei, þú segir okkur. Nei, þetta var ekki vitleysingahæli, þetta var útibúr frá Kleppi. Þú byrjaði strax á réttu stað. Já.
Ég var 12 ára þá. Mamma var bara að vinna það, sko. Já, þannig að ég... Þú fylgst með í bakkanum. Þar fékk ég alla mína karaktera. Það karaktera. farið sína fyrstu grunnþjálfun. Grunnþjálfunum það. Og Sigþór í Hveragerði? Nei, ég gekk í skóla þarna, sko, sem var Jaðar, á Jaðri. Já. Þar voru aðrir vildsingar, sem voru sendir úr bænum sem voru ekki húsum hæfandi þar. Það var til dæmis Edda Björgvins. Hún var húsum hæfi og en pappina var skólastjóri þar. Ég kynntist henni þar, sko. Já, þar kynntist þið. Já, við erum búin að þekkja sér. Já. En svo fer ég í Hveragerði. Já, og mamma tekur þig með. Já. Þið skellum ykkur í Hveragerði. Hún gleymdi mér reyndar í smástund, en náði mig aftur. Náði í þig aftur. Gleymdi mér í leigubílnum. Já. Þú var svolítið á hrakningum sem unglingur, eða barn? Já, svona svolítið, en ég var alltaf í sveit á sumrin hjá af og ömmu, alltaf á sama stað. Já. En svo ertu komin í Hveragerði. Já, ger allt vitlaust þar. Þú gerir allt vitlaust þar? Já. Nú, hvað áttu við? Já, ég var talinn svona... Frekar erfiður? Grallari, erfiður. Já. Ég var mjög erfiður í skólanum og svona... Ég var alltaf að gera einhverja vitleysu. Það var ekki hægt að kenna mér neitt. En þú stígur þar fyrst á svið, er það ekki, og byrjar að skemmta? Jú, gerði það reyndar. Hvað er það gaman? Báðum það. Ég var 13 ára. Já. Þeir báðum það hérna skólastjórinn. Báðu? Þeir suðu í. Lágu í mér, já. Ekki lengi, ég var bara í hálftíma. Og hvað gerður þar? Hver var þetta? Ég veit það ekki. Með hverju skemmtur? Við vorum með svona atriði. Varstu það? Já, strákur sem var svona helmingi stærri en ég var nú ekki hár í loftinu þá. Nei. Ég var ekki byrjað að stekka. Ég mynda með það. Þannig ég leik hérna karlmanninn, hann konuna. Svo áttum við að dansa eftir harmoníkuleik. Og gerðum það, þetta var voða lítið æft. Og hann sveiflaði mér í kringu þessu svona, þú veist, og svo bara fíblalæti, það var eitthvað bara. Þú veist sem maður gerir það þá. Og hló ykkur? Já, allir. Við vorum pantaðir aftur og háf ekki kaup með þessu. 500 krónur. Ég man fyrst eftir þér að þá varstu í tónlist og þar hófst eiginlega þinn ferillir, það ekki? Jú. Eða byrjar að skemmta eitthvað á Seyðisfirði eða eitthvað? Ég byrjaði sem trommuleikari. Já, með byrjum á Seyðisfirði. Faxar. Já. Vorum kallað faxar frá Seyðisfirði. Við vorum ekkert frá Seyðisfirði, bara byrjuðum þar. Og Halli bróðir? Nei, Halli byrjaði ekki alveg strax. Nei, hann byrjaði seinna. Hann byrjaði árið eftir. Þetta var 65 eitthvað. Við getum spjallað hér og í allt kvöld og við ætlum að gefa okkur góðan tíma. Saman félagarnir. En nú varstu 50 og ég ætla að byrja fólki að klappa fyrir honum. Hann var þá bara á dögunum 28. Það var því miður, þá komist nú ekki allir í hófið, ég mætti nú þarna, en það voru margir sem að vildu senda þér kveðju, svo við höfum þann háttinn sem við stundum á það áður að bjóða vinum og vandamönnum að senda þér kveðju. Þeir sem komist ekki? Já, meðal annars, gjörðu svo vel. Ekki með 50 voltinn, nei árin átti ég við, ég reyndi að hafa sambandið og afmælisdaginn, það var alltaf verið góðir straumar okkur á milli og svona alveg frá því að þú var smá millistykki, vorum að leggja kapal og það var mikið stuð á okkur, en það þýðir ekki vera kærurist leiliðar. Hér kemur afmælisgjöfin, öryggi og oddinn takk. Já, ég ætla nú bara að óska til hamingju með afmæli þarna daginn. Hins vegar kom ég heim til þín á afmælisdaginn, en þú varst ekki heima. Og svo ég fer að bíða. Og ég beið og beið og beið og beið og beið og beið og beið. Bara gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár. Þakka þar eina, Maggi. Og beið og beið og beið og beið. Lad det lidt bare stå. Du veist að ég er alltaf meira fyrir þroskaða bananar. Þú kannski til ég að hitta mig í glæsi bæði og eftir. Já, komdu sæll og blessaði Þórhallur Sigurðsson. Þetta er Borgþór Sigurðsson hérna, blaðamaður hjá Tímaritinu, heyrt á hléna og farið framslega með. Ég ætla alltaf að hafa viðtal við þig þarna út af afmæli þarna. En ertu bara ekki sæmilega hress? Allt í lagi með það. Þá fer að snjóa. Og það snjóar og snjóar og snjóar og snjóar og snjóar. Hamingju. Kúkú. Og snjóar og snjóar og snjóar og snjóar. Vá. Já, ég ætlaði nú bara að senda þér sjúklegar afmæliskveðjur í tilefni dagsins. En ég verð að segja það, þú voru alltaf verið lélegur sjúklingur. Maður aldrei fengið að krukka neitt í þig.
Já, fyrir utan klofið. Geðklofið áður. Í þér. Já. Allt í lagi með það. Þá kemur ykkur kona til dyra og biður mig að doka. Og ég fer að doka. Og ég doka og doka og doka og doka. Ég kom nú bara til að kasta þig kveðilamb mitt. Maður er nú búinn að þekkja þig frá þú var smágemlingur, en þó þú sett hrútleðilegur og algjör sauður, þá fannst mér ærin ástæða til óska til hamingju með daginn. Ég geri það, já. Já, til hamingju með daginn, draugur minn. Aldrei gröðin á myndina á þessum áfakaballa við þær ævilliðin. En annars hvernig hefur hann Halli pappiðin það? Mér varst hann alltaf fyndara heldur en þú. Já, ég er að koma, Bryndís. Hvurslags er þetta? Gjörsamlega óseðjandi manneskjan. Þetta voru hlýjakveður. Þetta voru aldrei hlýjakveður. Þetta voru fínir strákar. Akkur komið þér ekki? Það er að skýra eitthvað því? Við þurftum að fara til þeirra út. Þeir eru víða að skemmta út um allt land. Já, maður þekkir það. Já, þeir eru að doka líka við. Já. Nú landið snúum okkur aðeins að við vorum að tala það að þú byrjaði þetta með föxum í tónlistar, spilar rétt á trommur. Trommur, já. Þokkalegu. Trommuleikari og söngvari. Og þið þvældust um allt landið, faxar og hér í sjónvarpi. Eða svona, við vorum fyrst á Seyðisfirði í allt sumarið og síðan förum við að spila hingað og þangað svona. Já. Hvenær byrjarðu að skemmta fulli alvöru svona með gríni og gamanmálum? Já, það var nú ekki fyrir hérna, ég byrjaði hérna í sjónvarpinu. Þú varst í leikmyndadeildinni hérna? Ég var hérna á kústinum að sópa hérna gólfi og mála og svona. Já, Guðmundi og félagann sem eru hérna? Já. Það er ekki. En hvaða persónu kanntu best við af öllum þeim fjölda sem þú hefur búið til? Það er nú alveg klart. Og það er? Eiríkur Fjallar. Eiríkur Fjallar? Já. Starta aðeins upp og leið mér aðeins að sjá hvernig bara hollingin er. Ekki? Já. Já, bara svona. Alltaf í stuði, sko. Hættu ykkur? Nú. Það var til einmitt í áramótaskaupið 1980 hérna í sjónvarpinu þegar við tróðum saman í fyrsta skipti. Já, þegar við hittumst. Já, þegar við hittumst. Og síðan er nú ekki segja fyrir endan á þeirri samveru. En við skulum doka við eins og vinnur okkar. Og dok. Sá óefni, Leifur. Og dok. Nei, því að það eru fleiri kveðjur og við gefum vinnum orðið, gjörðu svo vel. Og doka, og doka, og doka. Til að hamingju með daginn, Það er alltaf svona bölvu helvítis lætsin í þér, hátíðahöld alltaf alveg kring. Ég skaust nú samtíð með sögur, alltaf skjótaði í kveðju, tók hólkinn með, því verður ekki skotið á flest, gjörðu svo vel. Gaman að hitta þig. Og til að hamingja með daginn, Lata mín, mikið grín, mikið gaman. Halló? Þú segir ekki. Já, eins og segir í sálminum, Austurstræti, skríll og læti, fólk að drekka og aðra hrekkja. Já, það er af sem áður var, en til hamingju með 90 ára afmælisdrengurinn minn. Og nú læt ég vera að ég heimsækja þig. Ég bara man aldrei hvort þú ert á DAS eða Happdrætti Háskólans. Já, hæ, það bara svona afmæli, bara með hamingju afmæli alltaf svona, ramman í dag. Ég rugglast alltaf hann, sko, ég var aldrei hvað það heitir, Hatti og Patti, já, Patti, Patti, afmæli í dag. Guðlati, ég trúi þess ekki. Mér hefur alltaf fundist þú vera svo mikið raskat og ekki minkala. Mér hefur alltaf fundist svona stór hluta þér vera inn í mér, eða svona vera innra með mér. En þú manst, sami líkill, sama ská, leika-leika-lá. Til hamingju drengurinn, ég gleymi þér aldrei. Vegna þess að þú varst langljótasta fermingabarnið í hópnum. Og óhefnasta, vegna þess að einhvern veginn kláraðist messuvinnið rétt áður að koma þér. Skál! Það er enginn í föttuði, það er vonlaust mál. Ég ætla vona ekki. En öll þessi gerfi, allur þessi leikaraskapur og allt saman, martröð, grínistan er auðvitað þegar enginn hlær. Það er náttúrulega fínt fólk hérna, það er alltaf launum.
Það er ekki Hvernig hefur þið lent í því? Ég man eftir einu skipti við, það var nú reyndar, þá vorum við að byrja, ég og Halli. Það var svona eitt af fyrstu skiptunum. Ég held bara fyrsta skiptið sem kom fram. Það var nýr á loftliðum, pínlillu sal. Það var mjög þrengað, það var svona 20 manns og það var svona rétt lítið pláss bara við dyrnar sem við áttum að standa. Við vorum með segurband með okkur, það vorum með svona Spike Jones. Við sögðum ekki neitt, við hendum eftir bara mæmuðum, svona eins og heitir míma. Og við settum það bara í gang og það satt gamall maður svona beint fyrir framann og horfði beint í andlitið á hann. Æðislega fúll. Og við byrjum, svo var það hérna, svo var þetta, allt þetta. Og maðurinn var fulli og fulli maður. Svo erum við komin svona inn í, þá stendur hann bara upp, gamli maður. Hvurslags helvítis fíflalegt er þetta? Og við bara slöktum á bandinu og löpum út. Og fengu ekki borgað? Nei. Og við sögum líka, hættir. Heyrðu, Landi, þú nýlega sagði ömmu mitt og... Nei. Hver er komin í heimsókn? Jæja, blöndurinn minn. Blessaðdegsi minn. Blessaður og... Já, til hamingju með nýja hárgreiðsluna. Nýja hárgreiðslu, hvað meinar þau? Þú ert með nýja hárgreiðslu, þú ert svo fallega greiddur núna. Degsi, þetta er bara sama gamla góða hárgreiðsla. Er þetta ekki sama gamla hárgreiðslan? Jó. Já, þetta er alveg svo mikið sama gamla hárgreiðslan, sko, já. En hvað er að frétta af þér? Á hverju ertu komin hingað? Já, bara svona, náttúrulega, bara hitta þig að örlítið, svo ætla ég nefnilega að tala við að Ladda svolítið svona, til uppni næstins og svona. Til hamingju með afmælið, Laddi minn. Já, þakka kærlega fyrir það. Nú eru mennarnir svolítið gamlir, eða ekki? Gamlir, hvað áttu við? Já, þú ert orðinn svo mikið gamall núna. Já, þú ert orðinn svo gamall, sko. Gamall, ég myndi nú ekki segja það. Ég myndi nú segja að ég var á besta aldri. Nei, þú ert ekki besta aldri. Það er nefnilega ég sem er á besta aldri. Ég er nefnilega miklu eldri en þú. Þú manst þegar ég var að passa þig þegar þú varst lítill, manst það ekki? Nei, það eins og þú varst aldrei að passa mig, enda erum við jafn gamlir. Jafn gamlir? Nei, þú varst 40 daginn, ég var 50 nefnilega. Nei, Dengsi, ég var 50 daginn. Við erum jafn gamlir. Hvaða mótel ertu? Ég er ekkert mótel. Ég er fæddur 47. Nú, það er skrítið. Ég er nefnilega fæddur þá líka. Samt er ég miklu eldri en þú. Nei, Dengsi, þú ert ekki eldri. En þú ert náttúrulega miklu ellilegri. Nú, hvað áttu við? Nei, ég meina, hvenær ertu fæddur? Já, ég er fæddur 20. janúar 1947 í eftirmiddaginn, svona 3:30 eitthvað svoleiðis. Já, ég líka nákvæmlega. Nú, það er skrítið. Og hvað fæddistu? Ég er fæddur á Nönnustíg 13 í Hafnarfirði, í kjallaranum. Það er rosalega skrítið. Ég er nefnilega fæddur það líka. Heyrðu, við skildum þó aldrei vera skildir. Jæja, Laddi minn, þú er alltaf í gerfunum og svona? Já, maður er svona, gerýmskerfi, já. Ég mér langar að spyrja það svolítið mjög persónulega spurningar svona. Ég meina, þegar þú ert svona að skipta svona gerfi og svona fara í svona, þú veist, til dæmis eins og Elsu Lund, sko, þú ferð í hana, eða sko, svona skipta gerfi svona í hana, sko, Í? Hvað áttu við með? Þú ferðu þá alveg í, sko, breytustu þá alveg inn í og, þú veist, færðu sömu tilfinningar svona inn í, þú veist hvað ég á við, mér að, þú veist, ferðu sko alveg, þú veist, alveg akkurat, alveg í allt svona, alveg. Ég átti mig ekki að segja. Sko, eins og ég ætla að segja mér að, þú veist, svona kúvendur alveg svona, færðu svona aðra tilfinningar svona, eða, þú veist, þú veist hvað ég á við, eða svona, jæja, maður þurfi ekki að fara að drífa sig, það er svolítið mikið að gera svona og, jæja, blessaður minn. Já, blessaður, takk að spila fyrir Já, gaman að fá hann í heimsókn. Já. Það er létt alltaf við Dengsavinum mínum. Það er alltaf létt, já. En hvað er Kross? Þú múin að skemmta það, vita það allir og þú hefur verið að leikar í golfi og öðru þess aftur nú eru heldur út í veitingareksturinn. Hvers vegna? Hvers vegna heldur út í veitingar? Er þetta ekki vonlaust fyrir skemmtikraft? Það er vonlaust alveg. Nei, ég meina, er ekki ætlast til þess að þú sprellir og fýblist í hverju meinasta gesti sem kemur inn? Jú. Ég gerði þetta nú líka þess vegna, sko. Ég held kannski að það væri akkurat fyrir skemmtikraft. Ég er alltaf að skemmta á svona stöðum. Akkur ekki skemmta hjá sjálfum mér.
Já, en takmarkar þetta þá ekki möguleika þína að þvælast landið og skemmta öðru? Ég veit ekki, það getur vel verið Ég tek sénsinn á því bara. Og hvernig líst þér á þetta? Mér finnst bara rosalega gaman að þessu. Já, ég treð þarna upp og svona, svo ég á barnum líka, ég kann ekki það náttúrulega, hell út fyrir og svona, en þá gaman að því. Það eru skrautlegir koktelar. Já, reynda fyrir svolítið til spillis. Já, hefur ekki sagt fólkinu hvað þetta er? Hvað þetta er? Já, þetta er á Ingólfsstræti. Nú, en svona lokum, Laddi, að þetta búið að vera frábært að fá þig sjálfan, eða við stóðum svona sirka. Sirka, já. Já, Ladda. Og ég held að ég tæki undir bara hamingjóski frá okkur öllum og allri þjóðinni og vona að þú skemmtir okkur ókomin ár og þakkaði bara fyrir að vera vinnur í raun og þakkum Þórhalli Sigurðssyni Ladda fyrir komuna. Jæja. Við þakkum Ladda fyrir komuna, en þá er röðin komin að Verslunarskóla Íslands. Já, rólegir krakkar. Í næstu viku verður haldið hátíðlegt nemendamót skólans og er mjög til þess vanda reyndar að venju. Krakkarnir ráðast ekki á garðin þar sem hann er legstur, heldur ætla að sína söngleikinn Saturday Night Fever eða laugardagsfárið eins og enski titillin var reyndar íslenskar á sínu tíma. Nú Veslingar ætla að sína þennan söngleiki í loftkastalanum og gera ráð fyrir þetta mörgum sýningum. 100 nemendur hafa komið að þessari sýningu á einn eða annan hátt og engu til spara við uppsetningu. Nú söngleikurinn gerist á disco-tímabilinu eins og munum og gerði meðal annars sjálfan John Travolta heimsfrægan að ógleymdum lögum Bee Gees og fleiri. Leikstjóri Ari Matthíasson, tónlistastjóri Jón Auðvitað Ólafsson og danshöfundar, systurnar Selma og Birna Björnsdætur með helstu hlutverk bara Bjartmar Þórðarsson, Hildur Hallgríms, Haukur Jómundsson og Íris María Stefansdóttir. Nú get ég hreinlega ekki beðið lengur upp með kragan, brillantinn í hárið, svo er auðvitað göngulagið, ótrúlega Verslunarskóla með brotu Saturday Night Fever, laugardagsfárið. Aftur hér, inn í húndökkum salnum, andlit ókunnum, leita augum þín að mér, en fljótt skal ég finna þig, þó forðist að hitta mig, því ég mun ætíð elska þig og aldrei er hver. Kennideilum, kvöldunum í bænum, söngunum ástir og indi. Kennideilum,
Svona er það ekki. Nú, svona eiga laugardagskvöld að vera, eða hvað finnst ykkur? En í 30 ára sögu sjónvarpsins hefur tónlist verið sinnt ágætlega svo alltaf megi gera betur. Sérstaklega hafa þjóðlögum gerð góð skil á fyrsta áratugnum og virðast þau hafa höfðað sterkt til landsmanna allra. Þetta hafa verið alls konar þjóðlög, þó langflest megi þó rekja til Írlands, einhverja hluta vegna, sennilega er þetta tengslin, þetta er þessi rauði bjarmi eða eitthvað. Nú en norður á Akureyri hafa 3 hressir náungar verið að gera allt vitlaust með ískri tónlist og nefna þeir sig PKK. Þetta eru Kristján Edelstein, Pétur Steinar Hallgrímsson og Kristján Ólafur Jónsson. Ég kallaði á þá auðvitað söður og þeir ætla að syngja okkur fjörugt íst þjóðlag og allir hér í salnum og heima taka undir, sem sagt, 3 góðir að norðan, PKK og mikið fjör og mikið stuð. PKK, gjörðu þið svo vel. As I was going over the Gilgali Mountain, I met Captain Farrell in the morning he was counting. I first drew me pistol and then drew me raven. So stand and deliver, for I am your bolded seaman. My sharum do 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 day. Back for my daddy-o, back for my daddy-o, there's whiskey in the jar. It counted all its money and it made a pretty penny. I put it in me pocket and I took it home to Jenny. She signed and she swore she loved me and never leave me. But the devil take the women, for they always lie so easy. My serum never do never day. But for my daddy-o, but for my daddy-o, there's whiskey in the jar. I went to my chamber, oh, for to take a slumber, to dream of golden girls, and of course it was no wonder. Me Jenny took the charges and filled them up with water. Called for Captain Farrell to be ready for the slaughter. My serum never did day. But for my daddy-o, but for my daddy-o, there's whiskey in the jar. It was early in the morning, just before I rode to travel. There comes a band of footmen, and likewise Captain Farrell. I go to do my pistol, they stole away me rifle, and a prisoner I was taken, for I couldn't shift the water. My serum never did never day. But for my daddy-o, but for my daddy-o, there's whiskey in the jar. There's some take delight in the carriage and the rolling. Some take delight in the hurling or the bowling, but I take delight in the juice of the barley. Counting pretty famous in the morning, brave and barley. My serum never do never day. But for my daddy-o, but for my daddy-o, there's whiskey in the jar. My serum never do never day. But for my daddy-o, but for my daddy-o, there's whiskey in the jar. Hey! Nú, við þökkum PKK, þessum frábæra tónlistamönnum, þeirra framlag hér í kvöld og öllu listafólkinu sem hér kom fram. Sérstaklega þakkir til að sjálfsögðu til Latta og nemenda Verslunarskólans. Fyrst og fremst til ykkar sem fylgdust með okkur. Við hittum svo bara hress og kátt að hálfu mánuði liðnum. Hafið það gott, bless, bless og gerum allt vitlaust, strákar. Og svo, og svo. Tell me, Mom, when I get home, the boys won't leave the girls alone. They pull me here and see my come, but that's alright till I get home. She is handsome, she is pretty, she's the belle of Belfast City. She is counting 1, 2, 3. Hey, won't you tell me who is she? I'll bet money at Cecil loves her, all the boys are fighting for. Knock on the door and ring on the bell. Hey, my true love, how you well? Out she come, a spider snow rings on her fingers, bells on toe. Out in the moonlit Cecil dives, got a pal with a roving eye. Tell me, Mom, when I get home, the boys won't leave the girls alone. Pull me here and steal my car, but that's alright till I get home. She is handsome, she is pretty, she's the belle of Belfast City. She is counting 1, 2, 3. Hey, won't you tell me who is she? Hey!